Friðrik, Íslandsmeistarar, bikarmeistarar, deildarmeistarar, Keflavíkur, þú tekur við núna fyrir þetta tímabil. Það er svolítið pressa sem er sett á hérna í dag og svona frá árangri síðasta tímabils. Já, ég var alveg meðvitaður það og ég átti alveg von á því að okkur yrði spáð annaðhvort efsta sæti eða svo sem kemur mér ekkert á óvart. Við höldum sama kjarna og erum með mjög breiðan hóp, gott lið, góða leikmenn og auðvitað eins og allir vita mikil hefð fyrir körfubolta í Keflavík og þannig að þetta svo sem kom mér ekkert óvart og þannig ég vissi svo sem alveg út í hvað ég var að fara og þetta verður talsverð áskorun og eins bara fyrir okkur sem hóp að gera okkur grein fyrir því að sá sem er handhafi allra titla, sá er skotmark og það vilja allir velta þeim einhvern veginn af stalli en ekki það, þetta er bara nýtt tímabil, það byrja allir á nulli og við þurfum bara að sækja allt sem er í boði bara eins og öll hin liðin. Þannig að við þurfum svolítið að finna hungrið og bara þennan kraft og allt sem þarf að vera til staðar til þess að ná árangri og við munum gera það. Gjöflega djúpur hópur sem það hafi á að skipa í Keflavík fyrir þetta tímabil, eins og á síðasta tímabili líka. Einhverjum sögursveitir það Katla verði mögulega með eftir áramótin og Agnes María sem komin aftur til Keflavíkur. Já, Agnes María er komin til okkar. Hún ákvað að koma heim frá Flórída og það er mikill liðstyrkur að fá hana. Hún er bara nýkomin og búin að spila einn æfingaleik þannig að það tekur hana smá tíma að komast inn í okkar rytma og ég sé mun frá degi til dags og hún á eftir að hjálpa okkur mikið í vetur og Katla er mikill karakter og mikill félagsmaður þannig að við hlökkum til að fá hana til liðs við okkur og vonandi verður það bara sem fyrst í vetur en hún þarf bara sinn tíma eins og eðlilegt er. Þannig að já, við erum með mjög svona breiðan og svona skemmtilega blöndu af yngri leikmönnum og svo þetta eldri sem eru með mikla reynslu bæði úr háskólaboltanum og jafnvel í Evrópu þannig og ég er mjög ánægður með hópinn og svona andan í liðinu. Leikmaður ársins á síðasta tímabili í eftirdeild á Íslandi, Birna Lífsdóttir, meiðist illa hérna í úrslitum í fyrra. Sjáu þið eitthvað fram á að hún verði með ykkur í vetur? Ég held að það sé mjög ólíklegt að hún verði með í vetur. Hún fór í aðgerð núna fyrir nokkrum vikum síðan sem hefnaðist bara vel eftir sem ég best veit og þannig að ég held að það sé ómikil bjartsýni að áætla að hún kom inn á þessu tímabili en vonandi bara nær hún að svona gera vel í allri sinni endurhæfingu því að hún auðvitað á langa framtíð fyrir höndum og það er það sem skiptir máli. Hún er ennþá auðvitað ung og feikilega öflugur körfuboltamaður þannig að maður vonar bara að hún geri allt rétt í svona sinni endurhæfingu. Alveg að lokum, þú að upplægi úr Njarðvíkunum hefur þjálfað ansi mörg lið á Suðurnesjum sá. Þú komið í annars skipti nú til Keflavíkur þjálfaðir meistaraflokksleik karlafeðar. Er einhver lið á Suðurnesjum sem þú átt eftir að taka við? Já, ég er náttúrulega ekki búinn að þjálfa Reyni Sandgerði og ég er ekki búinn að þjálfa Þrótt í Vogum. Svo dæmis við tekin, þannig að aldrei að segja aldrei, en ég er bara mjög glaður að vera komin aftur til Keflavíkur. Ég leið mjög vel fyrir nokkrum árum síðan þegar ég þjálfaði karlaliðið og bara stemningin og umgjörðin og allt fólkið í kringum þetta bara mjög gott og svona gefandi umhverfi finnst mér og sem er gaman að vinna í. Þannig ég er bara mjög ánægður og þakklátur og bara eiginlega stoltur af því að taka við þessu svona sögulega Keflavíkur kvennalið einhvern veginn sem hefur svona verið ákveðið svona flaggskip í kvennakörfuboltanum í svo langan tíma þannig að ég er bara þakkláttur fyrir það. Kærar þakkir Friðrik og gangi ykkur vel. Takk fyrir það, kærlega.